Atvinnupúlsinn unnin í samvinnu við eftirfarandi aðila, Brimrún EHF, DNG Akureyri, Kælismiðjan Frost EHF, HB Grandi HF, Loðnuvinnslan Fáskrúðsfirði, Marel á Íslandi, Orkusalan, Páena, Samherji HF, Slippurinn EHF, Valka EHF, Vélfag EHF Ólafsfirði, Vinnslustöðin Vestmannaeyjum. Í þessum 5. þætti atvinnupúlsins, þar sem kastljósinu sérstaklega beint að hátækni í sjávarútvegi, verður rætt við lektor í sjávarútvegsfræðum við Háskólann á Akureyri hátækni í sjávarútvegi. Við heimsækjum fyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun stýrikerfa og stjórnkerfa. Sjálfvirknin eykst með hverju árinu sem líður og það þýðir meðal annars að réttur stýribúnaður verður mikilvægari. Slippurinn á Akureyri eitt stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. Fyrirtækið veitir alhliða þjónustu á sviði sjávarútvegs og þar hátæknin áberandi. Í seinni hluta þáttarins liggur leið okkar semsagt í Slippinn og þar einnig fyrirtæki DNG sem langt árabil hefur framleitt færavindur. Ný kynslóð nú að líta dagsins ljós eftir áralanga þróunarvinnu. En við hefjum leikinn í Háskólanum á Akureyri sem á margan hátt leiðandi í sjávarútvegsfræðum. Hörður Sævaldsson, lektor í sjávarútvegsfræðum, hefur langt árabil fylgst náið með stefnu og straumum í alþjóðlegum sjávarútvegi. Hörður segir að sjálfvirknin áberandi í tækniframförum. Í raun og veru erum við farin að flytja út þekkingu sem auðvitað alveg frábær sigur fyrir okkur að vera komið það langt að aðili vilja kaupa okkur þekkingun og okkar lausnir. En við verðum auðvitað alltaf að tipla á tánum. Því að samkeppnissjóður okkar í svo nútíma umhverfi, það hröð miðlun og menn eru fljótir að nema. Þá verðum við alltaf að tipla á tánum því að hinn eru fljótir að pikka upp svona hvað við erum að gera. Hörður segir að sjálfvirknin áberandi í tækniframförum og hann nefnir líka meðhöndlun hráefnis bæði til sjós og lands. Og svo hefur verið mjög mikil vinna lögð í því að lengja líftíma vöruna með kæling. Kæling, myndum að segja, sé svona stóra málið. Hörður segir markmiðið hjá greininni að hámarka virði afurðanna, en það eru fleiri þættir, segir Hörður. Menn að skipta yfir í græna orku, í raforku, úr olíu. Það líka náttúrulega verið að fjalla þessi einhæfu störf sem eru líkamlega erfið og skipta yfir í tækni, og allt kostar þetta. Og svo náttúrulega líka búið að vinna heilmikið í öryggismálum, það að gera fyrirtækin öruggari. Dæmi góða tækni í sjávarútvegi? Það nú að mörg að taka þar. Við getum litið á til að mynda veiðarfæri, þar hafa fyrirtæki svo hampiðan verið leiðandi, búin að vera eru orðið stórt alþjóðlegt fyrirtæki. Þeir byrjuðu að þróa hér Troll Glory í samstarfi við íslenska skipstjórnarmenn sem eru komið víða heim. Þeir eru búin að vinna svokölluðum þvermöskva sem getur snúið netinu 90 gráður og hleypir meir í sjó í gegn, eykur gæði og hleypir út smáfiski. Nú svo eru þetta svona stór nýsköpun í kortunum því það hefur verið að vinna nýsköpunarmiðstöð í samvinnu við frumkvöðla sem hafa verið að þróa svokallaða ljósvörpu þar sem menn beina ljósi til að smala finnum saman og draga þá poku eftir til að safna honum og minnka þá álag á botnin í raun og veru. Af öðrum á nefna borð í skipunum. Við Íslendingar tókum snemma upp það að fara yfir og lausum fisk yfir í plastkassa. Tókum svo upp þessi fiskiker sem Sæplast og Borgarplast var að vera að framleiða. Þetta hefur færst yfir í önnur lönd, þetta nánast tífalt minna magna kössum, færri handtök borð í skipunum með fjöldi annara líka nýjunga, nýleg dæmi, við erum að fara í þessu ofurkælingu, kæla aflan á dekkinu sem skagfirðingarnir hafa verið í. Nú þeir fara að HB Grandi fyrir mannlausa lest, alveg einstakt á heimsvísu, þannig að það mjög margt að gerast. Í fiskvinnslunu önnur dæmi, við sjáum það 96-97 fyrir við verið í sjálfvirkni í uppsjávarvinnslum. Það gerist bara þannig að þegar menn voru að taka 150 tonn á sólarhring, í dag eru að framlega 800 með kannski 1/3 mannskapinn sem þurfti þá. Nú í dag eru svo koma inn í, við erum að sjá hausaþurrkanir sem að nýta hausinn og hrygginn og þurrka þá inn á Nígeríumarkað. Þarna notum við jarðvarma og hátækni, þetta eru róbótar og þetta svo að gerast í svona einu af þeim iðnaði sem hvað mannafsfrekastur í dag sem þá vinnsla á ferskum og frosnum fiski og þar eru við í dag að koma með
tölvustýrðar flökunarvélar sem auka nýtingu, við erum að koma með flokkunarvélar sem voru líka komið og skráningu öllu kerfinu og svo þetta vaskurðarvélar sem nokkurn veginn hafa gert það verkum það náttúrulega þetta tvöfalda afköstin. Og Hörður nefnir fleiri atriði hvað varðar fullnýtingu afurða. Við sjáum til að mynda þegar við erum að taka roðið af fiskinum, það er verið að heyra það, vinna ákveðin ferli norðar á Ísafirði í Kerasis og svo er þetta notað sem sáraðumbúðir. Við sjáum á Siglufirði, Prímex sem er að taka rækjuskel, hráefni sem var hent eins úr roðinu. Þetta er tekið núna í dag, unnið úr þessu kítósan sem er notað sem til fæðubótarefni eða jafnvel sem smyrsl fyrir herinn til sára. Og síðan er Genís og Ísafirði sem að notar afurðir frá kítín við fjöldamanns sérfræðingi vinnu við það að þróa fæðubótarefni. Þannig að þetta er ekki bara kapitalist, þetta snýst að reyna að gera sem mest upp úr því sem upp úr auðlindin okkar. Við erum komin í höfuðstöðvar Raftákns á Akureyri sem er verkfræðistofa á rafmagnsviði. Fyrirtækið sérhæfir sig meðal annars í hönnun stýringa og stjórnkerfa, forritun iðntölva fyrir verksmiðjur í sjávarútvegi og einnig borð í fiskiskipum. Við höfum komið inn þannig að við séum að samþætta ýmis kerfi sem að viðskiptavinir okkar hafa keypt sem sérlausnir frá héðan og þaðan. Þetta geta verið færibandakerfi og frystikerfi og alls konar vinnslulínur og þetta allt saman. Og við hérna innan hús er þekking á því að forrita stýringar og samþætta öll þessi kerfi þannig að þetta virki allt sem ein heild. Er þessi hluti alltaf að verða mikilvægari fyrir fyrirtækin þannig að allt gangi nú smurt fyrir sig? Já, það er auðvitað mikilvægt að auka afköstin og að fá inn aðila sem að hefur þekkingu til þess að leysa málin á sem faglægastan hátt og sem bestan hátt. Þannig að við teljum okkur vera með þá þekkingu og vera alltaf í fararbroddi og til dæmis er eitt skemmtilegt verkefni í gangi hjá okkur núna að bæta myndgreiningalausnir. Þar sem að þú getur þá látið í raun og veru myndavélar stýra færiböndum, stýra aðgerðum sem að verða til á færiböndum í stað þess að vera með fólk sem að gerir lítið annað en að fylgjast með því að kassar séu strikamerktir og í réttu ástandi til þess að fara út til viðskiptavina. Þannig að ef þú getur aukið gæðin og afköstin með réttum lausnum að þá er til mikils að vinna. Sjálfvirknin eykst með hverju árinu sem líður. Þetta þýðir meðal annars að réttur stýribúnaður verður mikilvægari. Í bættum stýringum getur líka falist minni rafmagnsnotkun, minni olíunotkun og réttar ákvarðanir. Þannig að þú ert ekki bara að tala að jafnvel auka afköstin, heldur jafnvel líka að spara í orkunotkun eða vera með hafa rétta stýringu á frystikerfunum hjá þér þannig að þú sérst alltaf með allt í réttu hitastigi og varan sé geymd undir bestu aðstæðum og svo framvegis. Er það hugvitið sem að skiptir mestu máli hérna? Það er hugvitið, já, og þekkingin innanborðs. Eva Hlín segir morgunljóst að þessi þáttur starfseminnar aukist í framtíðinni. Það er mikið rætt fjórðu iðnbyltinguna og þeirri tækni og sjálfvirkni sem fylgir þeirri byltingu. Það er bara í eðli okkar að vilja alltaf að gera betur og vilja alltaf að sækja fram þannig að þetta á bara eftir að aukast og virðið fyrir viðskiptavini okkar að geta leita til okkar þegar að þeir standa frammi fyrir vandamáli sem er að kosta þá peninga að við getum komið inn með okkar þekkingu og komið með lausnir sem að bæta virkni og bæta notkun á þeirri vinnslu sem fyrir er, hvort sem það er millidekk í skipi eða vinnslulína í frystihúsi eða hvað, að þú getur nýtt betur þá fjárfestingu sem að þú þegar búin að fara út í. Við sláumst nú í för með Gunnlaugi Búa rafmagnsverkfræðingi. Hann er hérna að fylgjast með stýrikerfi sem verið er að leggja lokahönd á. Þetta stýrikerfi verður svo sett upp í stórri fiskvinnsluverksmiðju í Færeyjum. Hann segir að gott stýrikerfi verði að vera áræðanlegt og síðast en ekki síst sem einfaldast. Þannig að í rauninni þeir sem svo taka við kerfunum og vinna með þau í framtíðinni
svona á tiltölulega þægilegan hátt geti unnið sig fram úr kerfinu og unnið með kerfið og þróaði sig samhliða því. En það orðið þá þannig að það hægt að stjórna verksmiðjum nánast hvaðan sem í heiminum? Já, það þannig og það skiptir svo sem ekki máli hvort að þetta landvinnsla eða hvort að þetta millidekk á skipi eða hvernig sem að þú getur með góðu móti orðið nokkurn veginn bara stjórnaði og fylgst með þeim hvar sem Með PC-tölvum eða farsímum? Já, skiptir rauninni ekki máli hvort það séu snjalltæki, hvort það eru snertiskjáir þar til gerðir fyrir svona kerfi eða PC-umhverfi. Þetta er allt mögulegt. Gunnlaugur Búi segir að gott stýrikerfi leysi marga þætti starfseminnar. Þetta leysir ekki starfsmenn af hendi í þessu tilfelli. Það sem þetta gerir í rauninni, þetta eykur áreiðanleika kerfisins. Rekjanleiki kerfisins verður betri. Þú ert að vakta öll hitastig og fylgjast með kerfinu allan sólarhringinn. Þú færð send skilaboð í tölvupósti eða SMS-i ef eitthvað út af bregður. Og þetta er rauninni bara þetta eykur afhendingaröryggi þeirrar vöru sem þú ert að selja. Og aukin þægindi væntanlega? Já, mjög svo aukin þægindi. Og hugarról líka vegna þess að þú getur tengt þig inn á kerfið hvar sem og hvenær sem og fylgst með því að það sé allt í lagi. Þú þarft ekki að fara í klukkutíma bíltúr til þess að athuga hvort það sé allt í gangi, sko. En þessi kerfi þau virka svona utanfrá ansi einföld, það ekki mikið víra til dæmis í þeim. Nei, og það svona kannski hluti af því sem að hefur fæst í aukana núna á seinni árum, að með aukinni nettengingu hluta þá erum við farin að fækka í rauninni stýristrengjum, ef við getum kallað svo. Að það sem áður lá þvers og kruss, ef við tökum til dæmis svo skip, það sem lá áður þvers og kruss skip, stýristrengir fram og tilbaka, hægri og vinstri. Það búið að leysa þetta algjörlega með einhvers konar samskiptastrengjum, ljósleiðurum, netköplum og þarfmyndigötunum. Þannig að fyrir utan það að einfalda bílunarleitt, þá þetta búið að létta til dæmis skipum fleiri 100 kíló. Hefur orðið mikil framþróun í stýrikerfum á undanfarnum árum? Já, hún hefur verið mjög mikil. Hugmyndafræðin í grunninn er síbreytileg. Það alltaf að koma meira og meira inn í þessi kerfi. Gagnaskráningar, rekjanleiki, eftirfylgni, gagnavinnsla, gæðaeftirlit. Þetta orðið óaðskiljanlega þáttur góðu stjórnkerfi. En hvernig sér þú stýrikerfin eftir 3, 4, 5 ár? Hugmyndafræðilega séð í grunninn svipuð og í dag. Þau verða náttúrulega öflugri, hraðari. Þau innvikla fleiri hluti, fleiri hugtök. Rekjanleikinn verður meiri, hraðinn verður meiri, afkastagetan verður meiri, orkunýtingin verður minni. Og það verða í rauninni, eins og ég sé þetta, þá mun færibandastörfum fækka fyrir störf sem í staðinn huga að því að hámarka framleiðslu vörunnar og nýtingu. Já, tæknin sem sagt á fleygiferð. Já, hún á fleygiferð og við tökum bara virkan þátt í því. Dans ton ennui. Áfram höldum við með atvinnupúlsinn þar sem kastljósinu sérstaklega beint að hátækni í sjávarútvegi. Þetta athafnasvæði Slipsins á Akureyri. Fyrirtækið veitir alhliða þjónustu við sjávarútveginn. Einnig hefur fyrirtækinu orðið vel ágengt á erlendum markaði. Framkvæmdastjórinn segir að samkeppnin sé hörð. Við erum í gríðarlegri samkeppni, bæði hér innanlands og náttúrulega við erlenda aðila. Hjá okkur þetta nokkuð tvískipt. Við erum að þjónusta skipin, þessi útgerðar aðilana, og þar leyfum mér að segja að við stöndum fremst á Íslandi. Við erum að þjónusta íslenskar útgerðir og erlendar, en varðandi nýsmíði, þá erum við í nýsmíði á vinnslubúnaði og það náttúrulega gríðarleg samkeppni hér innanlands og nú upp á síðkastið alltaf meira og meira við erlenda aðila. Þannig að hér ríkir vissulega mjög mikil samkeppni. Og hvernig standist til þessa samkeppni?
Það er alveg misjafnt, það sem bara sagt. Varðandi skipaþjónustuna þá stöndum okkur alveg gríðarlega vel og við erum alveg í farabróti hér innanlands og berjumst við nálæga slippa í Færeyjum, Noregi, Danmörku og stöndum okkur vel þar. Í nýsmíðinni þar er mjög mikið barátta og sem betur fer höfum verið dugleg upp á síðkasti. Við höfum náð að smíða í borði í einhver 11 skip á síðustu 3-4 árum og í fiskvinnslur, þannig að það gengur ágætlega. Helmingur veltunar er vegna erlendra verkefna, segir Eiríkur, og þegar atvinnupúlsinn var á ferðinni var einmitt verið að vinna borð í rússneskum togara. Þarna erum við í tilfelli þessara útgerðar í Rússlandi, þar keppum við norskar skipasmíðastöðvar, viðhald á skipinu. Þetta skip getur ekki sótt sér þjónustu til Rússlands, svona reglugerðar sem þar eru og þar, eins og segi, þar eru við bæði varðandi gæði á þjónustu og svo verð, þá erum við betri heldur en Norðmennirnir. Norðmennirnir eru skipasmíðaþjóð, þannig að viðhaldið hefur kannski verið sinnað því minna heldur en áður og þar komum við sterkir. Eiríkur segir að á Eyjafjarðarsvæðinu sé til staðar mörg fyrirtæki sem sérhæfi sig í þjónustu við sjávarútveginn. Svæðið sé orðið þekkt víða heiminn. Hér í Eyjafjörðinum, ekki bara á Akureyri, heldur dreiftum Eyjafjörðinni eru fyrirtæki sem eru fremst á sínu sviði hér á Íslandi og jafnvel þótt við að vera leitað. Við erum alltaf með slippinn hér, framleiðandi á vinnslubúnaði. Við erum með rafvirkjafyrirtæki hér sem sérhæfi sig í skipharamagni. Við erum með fremsta kæli aðilann á landinu og í Evrópu. Við erum með fiskvinnslu framleiðanda hér, Ólafsfirði, Vélfag og ég geti haldið áfram og hér fá útgerðaraðilar eða aðilar í sjávarútvegi fyrsta flokks þjónustu og menn vita það og hinga koma menn. Og það er styrkur svæðisins? Það er klárlega styrkur svæðisins og ég held að öll þessi fyrirtæki hafa náð að selja þjónustu hvers annars þegar þeir eru að selja sinni eigin þjónustu. Í okkar tilfelli þegar við höfum fengið skip til okkar í viðhald, við höfum smíðað ákveðin búnað fyrir þau, við höfum bent þeim á búnað frá hinum fyrirtækjunum og svo öfugt. Þannig að við erum þannig séð að styðja hvert annað, þó að sé ekki sjálfsög skipulega gert. Hérna sjáum við vinnslubúnaðinn borð í nýju skipi Deutsche Fischfang Union í Þýskalandi. Slippurinn var þar með stór verkefni. Smíði og uppsetning millidekkja er einmitt vaxandi þáttur í starfsemi slipsins. Já, það má segja það. Þetta er að stækka hjá okkur. Við erum að leggja meira í þetta. Við erum að reyna að þróa vöruna með kúnnanum. Við erum búin að vera í stórum verkefni núna, bæði með DFFU, með nýsmíðina þeirra út í Þýskalandi og með Samherja hérna í Ísfiskstórunum og þetta er bara að koma vel út hjá okkur. Eru mikla breytingar á millidekkjum svona tæknilega séð? Já, það er stöðug þróun og kröfurnar vera meiri, þeir vilja fá betri afurð og þar af leiðandi þurfum við að bregðast við sem og aðrir. Er það þá sjálfvirknin sem er að taka völdin á millidekkjum líka? Já, það er allt meira komið yfir í rafmagn, sjálfvirknin verður meiri, stýringarnar betri. Þannig að í raun og veru skilar þetta sér allt í betri afurð. En til þess að geta staðið þessu þá þurfum við vantarlega að hafa á hæfu starfsfólki að ráða? Sem við gerum. Við erum með gott starfsfólk. Við erum að þróa og teikna hérna alla daga og við erum að fara í samstarf, frekara samstarf með þessum helstu kunnum okkar til þess að halda áfram að þróa okkar vöru og við stefnum á því að vera ennþá betri. Lykillinn að þessari velgengni er að hafa á að skipa vel hæfu starfsfólki, segir Ólafur. Slippurinn starfar samkvæmt vottuðu gæðakerfi sem meðal annars tryggir markviss vinnubrögð á öllum sviðum. Með slíkri vottun hlýtur slippurinn sömuleiðis alþjóðlega viðurkenningu á stjórnkerfi sínu. En hvað segja erlendri viðskiptavinir slipsins íslenskt hugvit? Ég held að íslensk hugvit og verkvit sé mjög gott. Við erum alveg fullkomlega samkeppnishæfir og rúmlega það, segi ég. Er tæknin sem sagt á fleygiferð? Já, hún er það. DNG færavindan er framleidd af slipnum. Færavindan hefur verið framleidd langt árabil og reynst afskaplega vel. Og nú er að koma á markaðinn ný kynslóð sem er hlaðin tækninýjungum.
Ármann, hver munurinn á nýju vindunni og svo þeirri gamlu? Fyrst og fremst erum við að fara út í allt önnur og meiri tölvusamskipti heldur en áður. Gamla vindan sem hérna, sem búin að vera framleidd síðan 1995 í óbreytti útlit til nokkurn veginn, en náttúrulega mikil þróun búin að vera á forritinu í henni. Hún getur eingöngu tengst með kapplifi tölvu, frekar hægvirka tengingu. Á nýju vindunni hérna, þá erum við konur með Bluetooth tengingu, þannig að við getum verið í sambandi við sjómanninn og hann getur hlaðið upp forriti. Við getum náð sambandi við hann í gegnum símann við vinduna og hann hleður upp forriti eða við sjáum bara hvað í gangi í vindunni hjá honum og getum aðstofað hann beint í gegnum síma. Eins erum með Wi-Fi tengingu, þannig að hún komið þráðlausa tengingu við tölvubúnað í bátnum og líka náttúrulega erum með sömu tengingun og var áður, þannig að menn geta blanda saman í raun gömlum og nýjum vindum, verður ekkert vandamáli með það. Innbyggt GPS sem hjálpar okkur í framtíðinni við að sýna hvernig hún vinnur í reki. Það er náttúrulega allt önnur hugmynd á bakvið það þegar þú ert að veiða keipa á miklu dýpi, mikið rek, að þá vill færi fara frá þér. Þannig að við getum breytt hegðuninni með GPS-upplýsingum. Einnig möguleiki náttúrulega að nota þetta líka við þjófavarnir og því líkt, en það á eftir að útfæra það nánar hvernig það verður. Þannig að það svona stóri muninn, miklu betri skjár, litaskjár, allt upplaust á myndunum í henni. Það menn geta að nota hana nákvæmlega eins og áður. Þeir sem eru vanir að nota þessa 4 takka sem eru hér, að þeir bara halda því áfram. En auka takkarnir sem koma hérna eru bara til þess að auka þægindin í rauninni. En þá í raun og veru hægt að stýra öllum aðgerðum bara beint úr stýrishúsinu til dæmis? Já, þú getur fylgst með hverju vindu fyrir sig, hvað hún að gera, hún að veiða, hún að fara upp, hún að fara niður og þú getur kallað á þær, sagt að fara hverju fyrir sig upp eða kallaðar allar upp í einu, þú vilt færa þig, íti bara einn takka, allar fara upp og þú heldur áfram. Þetta mikið náttúrulega líka í makrílveiðinni, þar sem menn eru á stöðugt að breyta dýpinu sem þeir að vinna á. Þar eru þeir ekki að vinna við botninn, heldur á ákveðnu dýpi og þurfa alltaf að vera að breyta því. Þannig að þetta auðveldar það allt saman. Þið hafið væntanlega kynnt þessa nýju vindu nokkuð, hvaða viðtökur hafið þið fengið? Menn hafa verið mjög ánægðir með þetta. Menn alltaf búin að bíða eftir að fá að sjá eitthvað nýtt og við höfum alltaf verið á undan öðrum, viljum við meina, og við bara tökum stökkið áfram. Og hvenær fer þá fyrsta vindan frá okkur borð í skip? Vonandi í prófanir núna í sumar. Þannig að sölu var að vonandi næsta haust, en maður veit aldrei. Erum við að tala byltingu þarna? Já, þetta okkar bylting. Í næsta atvinnupúlsi höldum við áfram að fjalla hátækni í sjávarútvegi.